Í raun og veru spurning hvort hægt sé að keppa í fegurð, en hvort að model fitness og fegurðarsamkeppnir séu íþróttagreinar í raun og veru hægt að svara sem nei, ef því í raun og veru hægt að segja að á Íslandi hafi Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands skilgreiningavaldið á hvað íþrótt. En hins vegar ljóst að fegurðarsamkeppnir og model fitness nýta sér í raun og veru formið sem að íþróttakeppnir nota. Það þarna einhver skýrt skilgreindur rammi einhverjar leikreglur og einhverja mælikvarða sem þú þarft að uppfylla til þess að taka þátt og svo að finna hver vinni. En hins vegar spurning ef að við myndum til dæmis bera það saman við þjóðaríþrótt Íslendinga, handboltann, og skoða manneskju sem stundar handbolta, hún veit í raun og veru hvaða mælikvarðar það eru sem hún þarf að uppfylla til þess að verða góð í sinni íþrótt. Hún þarf að byggja upp þol og styrk og snerpu, hún þarf að vinna vel með sínum samkeppendum og þar byggð upp leikkerfi og það kannski tiltölulega skýrt hvað þarf að gera, skjóta í mark og vinna stig. Þegar við svo hugsum þetta út frá fegurðarsamkeppnum, þá það kannski pínu óljósara og það kannski, maður svolítið að spyrja þá spurningarinnar hvað fegurð? Og þetta í raun og veru ansi stór spurning í fagurfræði sem undirgrein heimspekinnar og hefur í raun og veru verið spurð bara ansi lengi. Þegar maður skoðar það hvort að hverjar væru leikreglur og mælikvarðar keppni í fegurð, að þá sér maður að það þarfnast einhvers hlutlags mælikvarða og þetta til dæmis hefur verið fegurð hefur verið skoðuð út frá þessu í heimspekinni, hvort að það séu til hlutlægir mælikvarðar á fegurð. Og þá til dæmis ef við skoðum einhverja fegurðarsamkeppni þar sem það verið að skoða líkamlega fegurð, að þá væri verið að bera saman útlit, sem sagt lögun líkamans, litarhaft á einhvern hlutlægan hátt, eða það sett fyrirfram skilgreint hvaða sem fegur en annar. Og þetta í raun og veru hefur verið kallað í heimspekisögunni sem hlutgerving. Þú ert að skoða mannslíkamann sem hlut. En þetta hefur hins vegar fengið ansi mikla gagnrýni frá þeim sem að trúa að fegurð búi ekkert endilega, þú getur bara einfaldlega ekki haft hlutlæga mælikvarða á fegurð. Að þú getur ekki fundið að það sé ekki algilt hvaða hlutur sé fegur en annar. Og ef þú ert að skoða mannslíkamann á þann hátt, þá sértu raun og veru að búa til einhverja mismunun, einhverja félagslega mismunun á því að segja að ein manneskja sem fegur en önnur. Og þessi svona gagnrýni kemur mjög mikið út frá til dæmis femínískri heimspeki sem sér þetta sem jafnvel kúgunartæki að hversu mikilvægur kvenlíkaminn í þessu tilliti og þetta varpar fram svona spurningum fegurð út frá einhvers konar menningarlegu afstæði, að það fer bara eftir því samfélag sem þú býrð í og bara því fólki sem þú umgengst hvað þér finnst fagurt. Og að ef þú berð saman útlitskröfur í einhverjum tveimur samfélögum, að þá í raun og veru ættir kannski bara rosalega erfitt með að hafa fegurðarsamkeppni vegna þess að þið eru ekkert sammála hvaða manneskja sé fallegust. Þannig að til þess að hafa fegurðarsamkeppni, til þess að keppa í fegurð, þá þarftu að vera búin að ákveða allavegana að einhverju leyti hvað þykir fagurt í keppninni, hvaða útlitskröfur þykir fagurt, hvernig hárið á að vera, hvernig lögunin á að vera, hver sé hinn
fullkomni mannslíkami og það er bara stór spurningin, er það hægt?